Jæja, þú varst að koma úr 25 km hengli, fyrsta konan, ekki satt? Jú, takk. Jú, það er rétt. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Hvernig var þetta? Þú varst í fyrra líka, eða ekki? Jú, þetta er 4. árið sem ég mætti. Já. Þannig að ég er í áskrift af 25 hérna. Já. Og 3. árið í röð sem ég vinn þetta. Já. Þannig að þetta er bara alltaf frábært að koma í það, sko. Hvernig voru aðstæðurnar? Þar voru bara mjög fína. Fyrstu 2 árin hérna þá sá ég ekkert af svæðinu því það var bara þoka og rigning og fyrra voru náttúrulega búnar mikla rigningar en þá sá maður samt eitthvað. Já. En núna ætlaði bara að vera allt heiðskýrt og frábært þannig að vindurinn tók alltaf vel í. Já. En frábæra aðstæður, sko. En þú þekkir leiðina vel eftir öll þessi skipti, eitthvað sem í dag sem að koma á óvart? Í fyrra var fyrsta skipti sem ég fór í ekta leið. Ég villtist þarna fyrstu 2 skiptin. Já. En þeir eru náttúrulega búin að taka sér mikið á með merkingar, þannig að það er ekkert hægt að villast núna, sko. Þannig að þeir hafa bætt sig ár eftir ár og ég meina núna er þetta bara, það er ekkert hægt að villast, sko. Þannig að þetta er bara frábært. Glæsilegt. Hvað er svo næst á döfinni hjá þér? Það er allavega Laugavegur. Það er næsta sem ég skráði í. Já. Og annars, já, og svo Súluvertikan náttúrulega. Já. Vestló. Annað er svo sem ekki ákveðið í sumar. Nei. Og ég er ekki alveg búin að ákveða hvort ég reyna að taka einhver kvöldilöpun á milli eða hvað ég geri. Svo ætla ég í haust og vetur og ætla ég að taka, ég skráði hálfmaraþon í Valencia í október og svo keypt í desember í Valencia. Þannig að ég ger áferð eftir að brölta fjöllum í sumar að fara á göttuna í vetur. Frábært. Til hamingju aftur. Takk fyrir. Já, Já, bye.